200 milljónir áhorfenda fylgdust með úrslitaviðureign í tölvuleiknum League of Legends á dögunum. Vinsældir rafíþrótta eins og þessara, skipulagðra keppni í tölvuleikjum, hafa aukist alveg ævintýralega á undanförnum árum og fjármálahliðin sömuleiðis. Reiknaði með því að á árinu 2018 verði velta þessara greinar eitthvað 100 milljarðar króna. En hvernig stendur á því að þessi vöxtur hefur verið? Er hægt að lifa hreinlega á því að spila tölvuleiki? Það er það sem við þurfum að ræða hér. Og það var löngu kominn tími á að skipulögð samtök utan þetta, eða rafíþróttasamtök Íslands, skyldu stofnuð hér á landi. Nú til þess að ræða þetta með okkur hér í dag höfum við fengið mjög góða gesti. En það eru þau Melína Kolka Guðmundsdóttir, varaformaður rafíþróttasamtakanna, Jökull Jóhannsson, fyrrum atvinnumaður í rafíþróttum og Ólafur Hrafn Steinarsson, formaður samtakanna. Mér langar að byrja á þér, Jökull, með spurningu sem ég reikna með að margir hafi spurt sig. Hvernig er hægt að lifa á því að spila tölvuleiki og vera atvinnumaður í þessu? Hvernig lýsir þetta sér? Það er mér góð spurning. Þetta er þannig séð mjög svipað og íþróttir. Þetta er svona auglýsingamódel þannig séð. Ef þú ert að fara að selja tölvuleik og þú ert með 100 milljóna í markaðsbudget og þá er svo sem sniðugt að hafa einhvern hluta af því í þessum útsendingum sem að milljónir manna sjá. Það sem að fólk sem er að spila tölvuleiki og er að horfa tölvuleiki er mjög líklegt að kaupa þá nýja tölvuleiki. Ef þú ert að selja lyklaborð eða mís eða heyrnartól eða eitthvað svoleiðis, þá er voða vinsælt að vera með þá fræga spilari eða fræg lið þá á þessum vörum. Svipað og Nike og Adidas er að gera í íþróttum raun og veru. Síðan ertu með mjög vinsæla spilara sem hafa mikið af aðdáendum og þá eru þeir að æfa og keppa þannig sér á eigin rásum og ef þeir eru með 10, 20, 30.000 manns að fylgjast með æfingum þá er hægt að spila auglýsingar og á þessum stóru mótum svo sem þá eru 100.000 jafnvel milljónum manna að horfa á og þá raun og veru eru mjög margir sem vilja borga liðum fyrir að hafa auglýsingu á treyjunum sem eru þá í mynd mjög reglulega. Þannig að þetta er svona kannski auglýsingar, styrkir og svona sponsorships sem eru aðaltekjulindin. Og svo bara ertu á túr, bara eins og þú sért á golftúrum Evrópu eða heiminn ert bara að spila hér og þar í höllum eða á netinu og þetta fer fram bara eins og hefðbundna atvinnumennsku í öðrum íþróttum væri að ræða, eða ekki? Í raun og veru, jú. Þetta er svona þegar sem ég stundaði þá var hver einsta helgi raun og veru eitthvað í gangi þó maður væri að keppa kannski aðra 3 helgi en það var oft í mismunandi löndum þannig að maður mjög mikið að ferðast, mjög mikið af netmótum þannig sé á milli og síðan ertu að æfa þig þannig að þetta er alveg fullt starf og vel meira en það. Mér finnst líka áhugavert að hugsa út í það að það er ekki bara atvinnumennskan sem að borgar eins og komst aðeins inn á, líka með fólk sem eru atvinnustreymarar sem að búa bara til content í kringum þessa tölvuleiki og að gera það í beinni útsendingu. Þeir eru að fá subscribers og donations og það er að skapa tekjur fyrir þá. Svo ertu líka með YouTube. Þannig að það eru margar leiðir sem þú getur lifað af tölvuleikjum akkurat núna, ekki bara sem atvinnumaður. Þannig að þetta vistkerfi svona í víðari samhengi er orðið risastórt. Og sér það að Twitch, sem er aðal streamingplattformin tengt tölvuleikjum, var næst stærsti internet traffic driver í Bandaríkjunum, bara á eftir Netflix. Gaming content á netinu er mest neytta content á öllu internetinu. Þannig að þorstinn í þetta gaming content er greinilega orðinn rosalega stór. Þannig að það spila líka inn í þetta stórt hlutverk. En hverjir eru að spila? Melína, þú til dæmis ert dagstæðilega á Ground Zero og ert að taka á móti til dæmis spilurum bæði þeim sem eru svona bara að leika sér og grípa í einhver töluleik með félagum, líka þeim sem eru kannski að gera þetta meiri alvöru. Já. Er þetta einhver sérstök típa? Eða er þetta bara hver sem er? Ég heyri ofta að ég sé kannski ekki þessi típiski svona töluleikjaspilari sem að fólk sér fyrir sér. En raunin er að allir spila tölvuleiki í dag á einhverju stigi. Ég meina, ég á eldri frænkur sem eru í Candy Crush í símaleikjum og öllu svoleiðis og svo ertu líka með svona, keppnisleikmenn og líka casual spilarar sem að koma bara til að skemmta sér aðeins, kannski gera sér dagamun, kíkja á Ground Zero og mikið af stelpum, miklu fleiri en að þú myndir halda, örugglega.
Við erum einmitt með núna 700 stelpur í hóp sem stofnað á Facebook sem sem sagt fyrir konur sem að spila tölvuleiki og hann að stækka rosalega ört og gaman að sjá líka fjölbreyttan hóp innan hans. Þannig þetta alveg orðið partur af daglegu lífi margra alltaf. En það örlítill munur á þeim sem skilgreina sig og þú fluttir mjög áhugaverðan fyrirlestur á stofnfundi samtakanna einmitt daginn. Þar sem þú talaðir aðeins um kynjamunin. Þar sem að hlutfallið virtust vera mjög svipuð milli kynjanna varðandi hvort að fólk yfir höfuð spilaði eða lék sér í tölvuleikjum. En hvort þú kallaði sjálfan þig gamer eða sem svona aðeins meira, einhver sem tilbúin að skilgreina sig sem tölvuleikja spilara umfram kannski annað, að þar var töluverður munur á kynjanum, eða ekki? Jú, það var 15% karlmanna sem tóku könnuna. Þeir skilgreina sig sem gamer, þess að tölvuleikja spilara og aðeins 6% af konum sem tóku könnuna. En næstum því helmingur þeirra sem tóku könnuna, bæði konur og kallar, sögðust vera partur af tölvuleikjasinnu að spiluðu tölvuleiki. Þannig það er alveg svolítið eitthvað sem við þurfum kannski að skoða af hverju konum finnst það ekki vera, með þetta sem eitthvað ákveðið áhugamál, þetta sé ekki kannski stór partur af þeirra lífi. Eða þær hugsaðu ekki þótt að sé það kannski. Nei. En hvað með keppnina, Jökull, þegar þú varst að keppa erlendis og ferðast heiminn og spila, voru þetta bara strákar sem þú varst að spila við eða var einhver blandað? Á Íslandi maður kannski sjá, ekki með beina tölum þetta, svona kannski 90%, 95% karlmenn, þannig séð. Á mótum erlendis til dæmis í Svíþjóð þá var þetta svona 70% karlmenn, 30% konur og það er mjög mismunandi, en það virðist, að tala meira karlmennum hérna í Íslandi heldur en erlendis, hefur maður séð, en það virðist að vera komið lengra erlendis, en mér sýnist samt að rafíþróttir séu vinsælli til dæmis skák, sem ég kemur úr minn bakgrunn sem sagt, og þannig að ég held að muni breytast, ég held að það sé eitthvað sem að tölvuleikir höfðu miklu meira til kvenna heldur en til dæmis skák. Þú átti einmitt bakgrunn í skák, en hvers vegna höfða tölvuleiki betur til kvenna heldur við? Sko það er spurning. Ég meina, skák smá sem verkfræði, það er spurning af hverju konur leita minni í verkfræði. Það er bara góð spurning. Ég held ég get ekki svarað henni. Já, ég held líka ef við erum að tala tölvuleiki sem eina heild, við ættum miklu frekar að tala það skipt niður af því að þeir eru svo fjölbreyttir og þú ert kannski með herkænskuleiki, svo ertu með íþróttaleiki. Þetta er allt bara milli himins og jarðar í tölvuleikjaformi, þannig það er alltaf það líka kannski sem að þá getur fólk fundið það sem hentar því hverju sinni. Ég held að þessi líka, við erum að tala þetta er svo stórt, það er til leikir sem höfða til allra. Það er allir sem geta fundið sér pláss innan tölvuleikja heimsins. Það skiptir ekki máli hvort þú sért 90 ára eða 10 ára. Það er eitthvað fyrir alla, hvort þú kallaði kona eða hvað það er. En það hefur kannski tengt þessu skilgreiningin á gamer. Er það að þeir leikir sem að kannski eru mestmegnis spilaðir af karlmennum eru oft álitnir, sem gamer leikirnir, skilurðu, á meðan að kannski, við erum ekki komin á þann stað að bara almennt horfa á farsímaleiki sem sama hlut og spila á PlayStation eða PC-tölvu. Þrátt fyrir að tekjurnar séu nú alveg miklar af þeim leikjum. Og þetta bara úti í Kína, og skoða til dæmis í Kína, þá er farsímaleikir orðnir risastórir og það er keppt stórum sniðum í rafíþróttum í farsímaleikjum. Og þar ertu með tölvuleiki sem eru svipaðir og þessir stærstu leikir sem verið að keppa í. Til dæmis Hearthstone, hann er á farsímum og snjalltækjum. Þú ert með leik sem heitir Kings of Glory sem er mjög svipaður á League of Legends en hann er á farsímum og snjalltækjum og þar eru 350–400 miljón manns sem að spila hann í hverjum mánuði, risastór mót, risastórt verðlaunafé og þetta er komið á þessi tæki. Þannig að við erum svona kannski að sigla inn í það tímabil núna að byrja að nota hugtækið gamer yfir líka þá sem spila leiki þá kannski gegnum samfélagsmiðlana eða gegnum farsímana sína eða eitthvað álíka og þetta er alveg að sjálfsögðu hópur sem er pláss fyrir í þessu samfélagi yfir höfuð. Við erum líka bara búin að hafa tölvuleiki í lengri tíma. Markhópurinn sem ólst upp með tölvuleiki er núna búin að vaxa úr grasi en heldur áfram að spila. Þannig að þetta er ekki lengur bara, 13 til 19 ára strákar í, kjallarnum heima á sér. Heldur þetta er kallar, konur, gift fólk, fjölskyldufólk á öllum stigum lífsins. Er þetta ástæðan fyrir því að þetta að gerast núna? Vegna þess að við erum að sjá veltu þessarar greinar aukast
sjöfalt síðan 2012. Sjöföld aukning í veltu þessara greinar. Ef við tökum verðlaunafé í þessum töluleikjum, það hefur 12-faldast frá 2012. Þetta að gerast núna vegna þess að það allir farnir að fatta þetta, þeir sem eiga peningana, þeir sem eru hugsanlega á bakvið þetta, að þeir eru að fatta þetta, eða þetta að fylgja notendum og fjölgun í virkum notendum? Af því að ég hef einhvern veginn þá tilfinningu að það sé nú mun lengra síðan að skipulögð keppni í töluleikjum fór fram, en eru bara peningarnir rétt að koma núna? 1972, fyrsta móti. Sko ég held að skipti ábúrslega miklu máli framfæri bara í leikjatækninni þannig séð sko. Og við erum að tala til dæmis það að þú getur boðið upp á ókeypis útgáfu af leik, þá opnar á því líka markaði. Þú veist, fólk í Rúmeníu eða hlutum Rússland sem ekkert að fara að eyða 13.000 eða 14.000 í töluleik geta allt í einu fara að spila ýmiss konar leiki og keppt í þeim og saman með Kína, þannig að við erum að sjá mikið vöxt þaðan af og eins og hann talar um að farsímarnir og iPadin, þetta opnar á allt aðra hópa heldur en voru þannig séð bara að spila PC-leiki sem þú ættir að kaupa, þú ættir að eiga borðtölvu og þetta var svona stífara þannig séð. Líka sko útsendingar, þú veist, bara með nettækninni. Allt í einu gátum við boðið upp á fríar útsendingar gegnum neti sem allir höfðu aðgang að. Þurftir ekki að fara í gegnum þetta hlið sem kannski sjónvarpsútsendingar og fá þetta inn, þú veist. Þetta þurfti ekki lengur að vera mainstream til þess að geta byggt upp þennan áhorfendahóp á bak við þetta. Þú gast bara gert þetta á Twitch og svo gat það bara vaxið. Og það það sem hefur líka að mínum mati haft mjög mikil áhrif hérna, það að þú ert að ná til fleiri aðila heldur en nokkru sinni áður og það auðveldara að ná til þeirra. En svo kannski við hinum endanum, það auðveldara að ná til þeirra í gegnum kannski vídeo og rafíþróttir, en það erfiðara að ná til þeirra á öllum öðrum stöðum. Því að þú ert með núna þessi core markhópur sem að spila þetta. Það einstaklingar sem að horfa ekki á sjónvarpið, þeir sjá ekki sjónvarpsauglýsingar, þeir lesa oftast ekki kannski einhverja vefmiðla eða nota adblocker á netinu. Þeir horfa á YouTube-myndbönd og Netflix, hlusta ekki á útvarpið. Þannig að hvar ætlar að tala við þetta fólk á hefðbundnu markaðsleifunum í dag? Það eiginlega engin staður fyrir þig. Þú ert með influencera á samfélagsmiðlum, Snapchat og Instagram og fleira. Og svo ertu með töluleikja streamera og svo ertu núna með rafíþróttir. Og þetta það sem þessi hópur að fara í gegnum. Og þetta hefur alltaf verið mjög verðmætur hópur fyrir auglýsendur. Þannig að ég held að það sé svona samspil af þessu öllu sem kannski að fara inn í það að búa til þetta umhverfi og þennan sprengivöxt sem við erum búin að sjá upp á síðkastið. Því að það var alveg tímabili þegar þetta var að byrja, þar sem að verðlagið á auglýsingum og appearance fees fyrir þessa gæja voru langt undir því sem hún myndi búast við með hversu mikið af fólki eru að tala við. Núna á síðustu kannski 2, 3, 4 árum, ástæðan fyrir að markaðinn stækkar svona hratt, það að ná fjöldanum sem við erum að tala við. Þannig að við erum svona að spila catch-up núna með iðnaðinn. Því þú nefndir áðan varðandi mainstream, þetta að verða mainstream núna? Eitt af því sem þið hafið talað til dæmis í samtökunum ykkar, sem eitt af ykkar verkefnum, verður það að vinna gegn fordómum. Að breyta því hvernig litið á keppni í tölvuleikjum. Eru þið að finna fyrir því kannski núna, maður sér nú ekki oft talað þessar hluti í sjónvarpinu eða í blöðunum eða talað í útvarpi en það að fara að breytast? Ég var í sjónvarpi í Svíþjóð og Þýskalandi og það er náttúrulega allt annað þannig séð, það er miklu stærra og ég persónulega var að fá, þegar ég fór í sjónvarpsviðtöl og slíkt, þá var maður að fá spurningar hvað maður ætlar að gera næsta leik eða næsta tímabili, hvaða leikmenn eru að kaupa og hvaða breytingar eru að gera, þjálfara og slíkt og á Íslandi erum við fær maður alltaf þessi spurningar. Það er bara svona hvað eru og það er spurning, hvernig fótbolti var þegar hann var að byrja eða körfubolti var þegar hann var að byrja, hvort þeir hafa verið að fá þessar spurningar þá líka, maður sagði ekki fyrir sér, ég meina þekkta íþróttamenn við þurfum að útskýra hvað þeirra grein er og hvernig maður græði peninga, það er svona, en mjög skiljanlega það sem þetta er að þróast með Íslandi. Ég meina, kom fólki mjög mikið óvart á sínum tíma og gæst lifa því að spila fótbolta. Og ég meina, ég heyrði sögur, ég get nú ekki staðfest nákvæmlega sannleiksgildi þessar sögu, en ég heyrði sögu frá aðila sem heyrði af rafíþróttasamtökunum og hvað við vorum að gera. Og hann sagði myndið á séra Friðrik sem stofnaði Val og fleiri félög á Íslandi. Af því að á hans tíma þá hafi við samfélagsumræðan verið, hvað er að gera við krakkana maður? Þeir eru bara alltaf úti að leika sér í fótbolta og eru ekkert að nýta tímann sinn rétt. Svona spólar áfram einhver ár og þá erum við öll að keppast það að koma börnunum okkar í fótbolta. Þannig að ég held að við stöndum bara á mjög svipuðum tímamótum núna, tengt tölvuleikjum.
þetta orðið það stórt, krakkarnir nú þegar að gera þetta. Og ég sé, þú veist, ég sé ekkert nema kosti við það að setja þetta í sama form og við sjáum annað íþróttastarf eða tómstundastarf hérna á Íslandi. Að ef þú hefur áhuga á tölvuleikjum, þá hefur valkostinn á að stunda það á skipulagðan hátt undir handleiðslu fagaðila í hópa jafnöldrunum þínum og eignast vini og fá stuðning til þess að ná langt. Sérstaklega þegar núna grundvöllur fyrir því að jafnvel fara út í heim og vera atvinnumaður. Og ég myndi vilja sjá líka bara Íslands samfélag fylgjast þar á bakvið og styðja á bakvið þessa afreksmenn sem við eigum. Eins og við erum með atvinnumann í Overwatch til dæmis núna, sem að þegar hann varð atvinnumaður, þá var hann einn af 144 upphaflegu atvinnumannum í leik sem að telur 40+ milljón manns sem að spila. Það svipaði fjöldi og spila golf. Og ef við myndum koma einhverjum inn á PGA-mótaröðina, þá það í öllum fréttunum að sjálfsögðu. En þetta svipað afrek, ef þú skoðar bara tölfræðina. Og áhugavert ef við hugsum verðlaunafé sem í boði, að ef við tökum, það kannski ekki algjörlega sambærilegt nema hugsanlega ef við tökum 1 mót og 1 mót. En ef við berum saman US Open í golfi, sem held ég það golfmót sem veitir stærst verðlaunafé, og töluleikjamótið í Dota 2, international mótið árlega, að þá verðlaunafé tvöfalt hærra í töluleiknum heldur en í golfinu, sem svolítið áhugavert. En hvað segirðu Melina varðandi þessa fordóma, að það var svo áhugavert að heyra þig tala til dæmis um kynjamuninn? Ef við erum svona langt á eftir, hægt að sjá hvað hefur gerst í öðru löndum þar sem að, eins og Jökull nefndi, 30% á mótum konur og móti kannski 5% hérna á Íslandi. Ertu að sjá fleiri konur koma inn á Ground Zero? Nú eru fleiri að skrá sig í hópinn á Facebook? Eitthvað bylgja að breytast eða byrja núna? Sko, ég held að sé aðalega það að kvenmenn séu bara opnari með það kannski, svona aðeins að koma út úr skápnum með það að vera einmitt gamers, þú veist, og séu þá bara opnari með að segja frá því og voru það hvort sem er? Já, ég held það, þú veist, það einhver aukning, alveg pottþétt, en eins og ég segi, ég held að sé líka bara það að það eru miklu sýnilegri en þær voru. Og eins með leiki eins og Overwatch, þar ertu konur með svo mikla fjölbreytni í karakterúrvali, að það geta eiginlega allar fundið eitthvað við sitt hæfi, þú veist, með konur af öllum þjóðernum, öllum stærðum og gerðum og líka kannski með einhverju ákveðin persónueinkenni. Eins og uppáhaldsheitinn mín í Overwatch, til dæmis háöldruð amma sem kölluð læknirinn með alveg geggjaðan snæper og allt svoleiðis, sko. Þannig að með fjölbreytninni þá eru einmitt líka bara fleiri konur að koma inn í töluleikjasönnina og í Svíþjóð til dæmis, það eru mjög margar stelpur atvinnumenn í Svíþjóð miðað við annars staðar í heiminum. Þannig að það eitthvað sem að Svíar að gera rétt með að draga konur inn í atvinnumennskuna þar. En hver leiðin inn í atvinnumennsku? Hún sú að vera öllum stundum dagsins í Fortnite? Og svo orðin bara það góður eða góð í Fortnite að það einhver tilbúinn að fara að borga þér peninga, eða leiðin sú að taka þá ákvörðun að kynna sér mótin fyrst og fara einhverja aðra leið? Hvernig fer fólk þessa leið? Ekki hlaupið að því, þannig sé eins og verða atvinnumaður í hvað íþróttum og veist, það eru margir sem æfa mjög sleitulaust og ná aldrei þangað eða nálægt þangað. Ég meina, atvinnum í fótbolta þarf maður eflaust að vera sjúkraþjálfara og vera að lyfta og vera að horfa endalaust mikið af leikjum og því tækniæfingar og það eru aukaæfingar og þú veist, þetta er mjög svipaður en yfir í rafíþróttunum. Þannig að það eru ekki endilega þeir sem eru að eyða lengstum tími í að leika sér, það eru þeir sem eru að æfa sig með ákveðnum hætti. Það hjálpar svo sem að spila meira en til þess að, veist, og það er fólk sem kemst mjög langt á bara raw talent, þannig séð, sko, en það hjálpar. Ég myndi frekar hafa einhvern sem ég þjálfa á þessu tíma, ég myndi frekar hafa spilara sem kannski 8 í talent en 10 í hvað sem vinnusemi heldur en einhver sem kannski 10 í talent og ennir aldrei að æfa, sko. Líka, mér finnst þið vera mikilvægt kannski að tala um þetta að nálgast þetta markvisst, skilurðu, þú veist, þegar þú kemst inn í atvinnumennskuna þá umhverfið allt öðruvísi. Þú veist, þú ert ekki lengur að spila bara til að hafa gaman. Stór partur af þínum degi að æfa þetta markvisst. Og að sjálfsögðu allir undirbúningur sem þú getur haft á því að stunda leikinn þannig mun hjálpa þér þegar þú kemur inn í þetta umhverfi. Og það akkurat að læra þessa vinnusemi, skilurðu, að læra það að, þú veist, það tekur alveg á að tapa í töluleik. Ég meina, allir sem hafa upplifað að tapa í töluleik, það tekur á bara, þú veist, það er óþægilegt og þér líður illa á annað. Og
En svo erum við með hérna bara, Gunnar Nelson sagði við mig daginn að vísu, hann sagði við mig hérna, sama með tölvuleiki og eins og fyrir hann í blönduðum bardavistum, hann sagði það er ógeðslega mikilvægt fyrir mig sem íþróttamann að geta æft, að geta keppt og að geta leikið mér tengt þessu. Af því að þú færð eitthvað út úr öllum mismunandi pörtum. Þegar þú æfir, þá æfir þetta á formfastan hátt og þú lærir tæknina og þú ert að nálgast og hugsa þetta á allt annan hátt. Þegar þú keppir, þá færðu keppnisreynsluna að geta performað undir álagi og staðið upp á sviði og allt annað. Og svo þegar þú leikur þá getur þú fundið alls konar tækni og annað sem kannski þú hefðir ekki fundið með þessum hinum leiðum. Og bara það heldur líka kannski passjónin á lífi fyrir þessum leik. Þegar þetta er orðið vinna, þá byrjar það að taka sinn toll eins og hvert annað. Þannig að það er jafnvægi á milli þessara 3 þátta sem þarf að koma þarna inn. Og það sem ég myndi vilja sjá er bara að fólk taki þessa meðvituðu ákvörðun. Ok, núna þá ætla ég að leika mér og það þýðir að ég kannski ekki að spá í því að vinna eins mikið og ég kannski bara fíblast og svona. Núna þá ætla ég að æfa mig og þá er ég að taka þessu alvarlega og ég teygi á og passa að ég sit rétt og ég ber mig rétt að og ég kannski æfi eitthvað ákveðna færni til þess að byrja með og svo fer ég inn í leik og ég fókus á þetta. En þá skiptir máli að ég sé ekki að verða reiður ef ég tapa eða taka þessu ekki of alvarlega. Þetta allt kemur inn og þá þarftu að nálgast á hana formfastari hátt. Og svo færðu tækifæri til þess að keppa og þá færðu að díla við adrenalínið og allt sem fylgir því. Þannig að ég held að þetta sé samspil á öllum hlutum. Það er áhugavert að heyra hvernig þið talið þetta. Það virðist ekki vera nokkur munur á grundvallaratriðunum í rafíþróttum og í öðrum íþróttum. En ég reikna nú samt með því að einhverju sem eru að horfa hafi hugsað sjá kannski ekki alveg muninn á fagmennsku í rafíþróttum og því að hanga allan daginn í tölvunni. Og er það hluti af þessum fordómum sem þarf að vinna gegn? Það er spurning, í skákinni þá ertu ekki að fá raun og veru þá gagnrýni samlíkingu við lúdó, skilurðu, þannig að það er kannski spurning þenslu við það. Ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir innviðina sem er í þessu. Liðið sem ég var í, heitir Fnatic, þeir eru með skrifstofu í Ástralíu, skrifstofu í Serbíu, skrifstofu í London, skrifstofu í LA, skrifstofu í Berlín, hera fólki, markaðsfólk, umboðsmenn, nuddara, íþróttasálfræðinga og fjármáladeild, markaðsdeild, lögfræðinga, hera fólki, þetta er óbúslega mikil innviði þannig séð, Og það væntanlega ráðist í alla þessa fjárfestingu vegna þess að þetta borgar sig á endanum. Og hefur fundið fyrir því á undanförnum árum hvað peningarnir eru farnir að skipta meira máli? Klárlega, ég meina það lið Fnatic var sponsorur Red Bull aðalsponsorinn þegar ég var og ég meina þeir selja vörur á Íslandi og ferðið út í Elko og getur keypt Fnatic lyklaborða músamottu eða akkurat. Og er þetta að fá gamla retro-treyju með nafninu þínu aftan á? Ég veit það ekki, það er þetta að kaupa treyjur hins vegar. Ég myndi kaupa eina kalda treyju, Ég myndi alla daginn kaupa það, Já. En hvað næst, Melanie, þú kannski ferð aðeins vegna samtakana, Rafíþróttasamtaka Íslands. Hver eru stærstu verkefnin og hvað er það sem þið eruð að leggja ríkasta áherslu á akkurat núna, eftir að búið að kynna samtökum til leiks? Það er rosalega margt á döfinni og mikið spennandi verkefnum framundan. Ég held að við förum allavega fyrst í það bara að búa til einhverja svona keppnissenu fyrir leikmenn. Eitthvað svona vettvang þar sem við geta keppt reglulega á, bara eins og Óli var að tala að það hefur kannski vantað á Íslandi akkurat þennan part af þessum 3 þáttum mest þessa keppnissenu. Það hefur við verið með Háeringinn, Háskólinn Reykjavík og svo var Tuddin, Skjálfti og nú þegar þessi 2 síðari mót hafa lagst niður að þá er rosalega lítill vettvangur fyrir leikmenn til að vilja æfa sig, vilja verða betri og fólk er kannski á Íslandi ekkert að sjá mikinn tilgang í því að vera að æfa sem lið. Þannig að ég hugsa að það sé svona fyrst á döfinni hjá okkur að búa til þessa senu. Og líka bara kynna spilarana. Mér finnst að við Íslendingar eigum bara rétt á því að vita hverjir eru að skara fram úr. Við erum lítil þjóð og við eigum að vera stolt af því þegar við stöndum okkur vel á alþjóðavettvangi. Og líka bara kynna spilarana innanlands sem er að gera góða hluti. Leyfa þeim að komast í samband við einstaklingar sem kannski vilja gera góða hluti í framtíðinni og geta stutt við þá. Að búa til þessa kynslóð af fyrirmyndum sem eru að nálgast þetta rétt hérna á landi og eru með það markmið að fara út í framtíðinni. Og
og svo sjálfsögðu byggja upp grasrótarstarfið, tengt því að búa til tækifæri fyrir krakka til að æfa, sem sagt tölvuleiki í þessu formati og setja þetta inn í þetta skipulagða starf. Ég held að, já, það eru svona okkar fyrstu mál á dagskrá. En svo er þetta náttúrulega rosalega vítt. Þú veist, núna erum við aðalega bara að tala um PC, en svo ertu með PlayStation, svo ertu með mobile, svo ertu með virtual reality og það er fullt af skemmtilegu dóti þar, eins og hvernig verður framtíðin þegar við fyrir að sjá meiri blöndun af alvöru, sem sagt, raunheima íþróttum, skulum við segja, og stafræna heiminum. Kannski með eins og Swift, sem þú ert að hjóla í sýndarveruleika, eða þú veist, aksturshermi, þar sem þú ert að keyra í sýndarveruleika. Þetta eru hlutir sem að fela í sig nákvæmlega sömu hreyfingar og annað og þú myndir vera að gera í raunheimum, en þú ert að gera það í stafrænum heimi. Og ég býst við umsvif þess muni að aukast á næstu árum og við þurfum líka að vera undirbúin fyrir það hérna á Íslandi, þannig að byrja að sanka okkur þekkingu tengt þessu. Eitt að lokum árinni kveð ykkur. Hvernig verður fyrsti atvinnumaðurinn í tölvuleikjum í tekjublaðinu? Ég held að það hefði getið verið búið að gerast þegar hefði verið á heppin, held ég. Það getur verið. Það verður gaman að fylgjast með framhaldinu. Já. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ekki máli. Takk. Takk fyrir.